Sýkla og bóluefnadeild tengist náttúrulega mjög miklu leyti sýklum og bakteríusýkingum, bakteríusmit og bakteríusýkingum. Sýkladeild, hún fæst mikið við, það er alltaf meira og meira áhersla á þjónusturannsóknir og við í rauninni rannsökum það sem við erum beðin að rannsaka. Og það er alltaf að aukast í rauninni óskir, fjölgar óskum meðal annars frá Matvælastofnun nýjar rannsóknir sem við tökum upp. Þetta tengist mjög mikið annars vegar sjúkdómsgreiningum, smitsjúkdómaeftirliti og mjög mikið sýklaræktunum og sýklagreiningum í tengslum við matvælaframleiðslu og matvælaeftirlit. Það sem við fáum í sjúkdómsgreiningar, það er eiginlega greinum með almennri sýklaræktun og það er þá efniviður úr mörgum dýrategundum. Það geta verið villdýr, það geta verið tamindýr, framleiðsludýr. Það er efniviður sem við fáum frá meinafræði, þar sem meinafræðingur krifur og biður síðan sýklaræktanir. Dýraspítalar senda okkur sýni úr sínum skjólstæðingum og það er þá í sjúkdómsgreiningar. Og þegar við erum með sjúkdómsgreiningar á lifandi dýrum, að þá er mjög gjarnan líka beðið greiningu á sýklalyfjanæmi. Það er að segja að við reynum að komast að því hvaða baktería er að valda vandamálinu og síðan reynum við að finna hvaða sýklalyf virkar, það er að segja reyna að finna sýklalyf sem að þessi sjúkdómsvaldandi baktería er næm fyrir. Sýklalyfjaónæmar bakteríur eru bakteríur sem eru ónæmar fyrir sýklalyfjum. Og það þýðir að sýklalyf sem áður virkuðu á þessar bakteríustofna virka ekki lengur. Þær hafa unnið sér inn ónæmi fyrir lyfjunum. Sýklalyfjaónæmi hjá bakteríum hefur í raun alltaf verið til. Þetta er bara eðlislegt vörn í bakteríunum gegn umhverfi sínu. En eftir að sýklalyfin voru fundin upp sem slík og notkun orðin almenn, að þá eykst mikið ónæmi meðal baktería og þeim meiri sem notkunin er, þeim meiri líkur er á að uppkomi sýklalyfjaónæmar bakteríur. Víða í landbúnaði er notað mikið af sýklalyfjum. Hér á Íslandi er notað mjög lítið, einna minnst af öllum löndum í Evrópu. En eftir því sem sunnar er farið í Evrópu er notað mjög mikið og þar er sýklalyfjaónæmar bakteríur mun algengari í dýrunum og matvælunum heldur en eins og hér á Íslandi. Hérna á sýkladeildinni á Keldum erum við meðal annars að sinna skimunum á vegum Matvælastofnunar á sýklalyfjaónæmum bakteríum í eldisdýrum og svo í matvælum. Og þetta er meðal annars til þess að uppfylla reglugerðir frá Evrópusambandinu og þá er verið að meta meðal annars hættuna á því að sýklalyfjaónæmar bakteríur berist frá dýrunum og yfir í menn með matvælunum. Og þetta er svona getum við sagt, þessar sjúkdómsgreiningar sem að ganga allt árið. Það sem að gengur líka allt árið, það er mikið eftirlit í sambandi við alifugla, eldi og slátrun sem hann alltaf hefur. Það gengur út á það að skila okkur hreinum matvælum og það eftirlit er mjög mikið eftirlit með salmonella og kampylobacter smiti.
Þetta eru alvarlega bakteríur sem geta valdið alvarlegum matarsýkingum og eftirlit á Íslandi held ég að mann sé óhætt að segja, besta eftirlit í öllum heimilum og í öllum heimum, og við höfum í rauninni náð mjög góðum árangri við að tryggja hreinleika okkar afurða. Það sem í rauninni nátengt sýkladeildinni, það bóluefnaframleiðslan og ætagerðin. Og ætagerðin, þar eru framleidd sýklaæti til að nota á sýkladeild og síðan á fisksjúkdómadeild, og eins eru framleidd öll þau sýklaæti sem þarf að nota við framleiðslu á bóluefnum. Og á Keldum eru framleidd bóluefni gegn sauðfjársjúkdómum, sérsniðin fyrir íslensk vandamál og seld hér. Það þannig að Keldur eina stofnunin á landinu sem getur útvegað dýrablóð, og við getum útvegað, við tökum vikulega blóð úr hrossum og úr sauðfé. Og þetta blóð sem síðan selt út allt land og notað að Keldum. Og þetta blóð sem rannsóknarstofur nota í sýklaæti. Og blóð næringaríkt, og það eiginlega ein megin undirstaðan í sýklaæti sem margir nota. Og við höfum, þetta eru bæði sauðfé og kindur sem lifa hér góðu lífi, og má segja þetta séu svona svolítið eftirlaunabúðir. Það að segja, þetta eru hross sem hægt að nota sem reiðhross og eru hér í fæðu og húsnæði allt árið, en leggja af mörkum örlítið af blóði reglulega.